Komið þið sæl, ég heiti Finnbjörn og er ráðgjafi í Talkhópnum hjá Advania og verið velkomin á þennan netfyrirlestur sem að fjallar innheimtukröfur og greiðslur í nýja Talk-kerfinu. Nú eftir að umfjöllunin lýkur þá er hægt að koma með spurningar. Þið getið líka komið með spurningar jafnóðum með að ýta á spurningamerkið og skrifa inn spurningu og við svörum þeim eins fljótt og hægt og ráðgjafar hérna í Talkhópnum munu vera okkur innan handar með spurningarnar. En þá skulum við hefjast handa. Þetta eru þau atriði sem að við munum skoða í dag. Við þurfum að skoða uppsetningu á bankatengingunni til þess að fá innheimtukerfið til þess að virka. Við þurfum að skoða greiðsluhættina og þeir tengjast greiðsluseðlunum og svo förum við yfir hvernig við stofnum innheimtukröfur í kerfinu og hvernig við tökum á móti og bókum innheimtukröfu greiðslur og einnig ef við þurfum að leiðrétta. Til þess að virkja bankasamskiptin er farið í Sjáuð hérna slóðina hér, það er farið í uppsetningu og þjónustutengingar. Þá þessari mynd, þetta er unni bara mynd úr kerfinu, þá eru bankasamskipti, það er búið að virkja þau hér, kemur hérna virt, en það er smellt einfaldlega á uppsetningu og þá þarf að setja inn auðkenni. Fyrst velur maður bankareikningin, til dæmis hérna ef maður blámar hérna Landsbankann, fer síðan í auðkenni og setur inn notendakenni og lykilorð sem er inn á netbankan. Þetta er í rauninni það sem maður notaði til þess að fara inn á bankan áður en að rafrænu skilríkin komu. Og þegar það er búið er smellt hérna að velja skírteini, mynda útgreiðslu uppsetningu og mynda yfirlitsuppsetningu. Hérna er mynd af skilgreiningum gagnaskipta. Þetta er í rauninni bara hvernig gagnaskipti með bankan eru uppsett. Þetta er ekki eitthvað sem maður þarf að hafa miklar áhyggjur af, en það er allt til að vita hvar þetta er að finna. Síðan sjáum við hérna mynd af bankareikningsspjaldinu og það sem er gulmerkt hér eru svona þeir reitir sem að verður að vera búið að fylla út. Hér er einfaldlega heitið á bankareikningnum. Það þarf að setja ES í lands- eða svæðiskóta. Hér setjum við 12 stafa númer bankareikningsins og hér eru einfaldlega upplýsingar síðustu sóttu bankayfirlit og staða síðasta yfirlits hérna fyrir bankaafstemmingar. Og svo þarf að setja inn bankareikning. Hér þarf að standa HR EOBS og svo GR EOBS hérna í útflutningssniði. Þetta eru svona uppsetningaratriði sem þarf að setja inn í bankareikningin en það er nóg að gera þetta náttúrulega bara einu sinni. Greiðsluhættir, hér höfum við greiðsluhættir sem eru í kerfinu. Þetta eru þeir greiðsluhættir sem eru valdir á viðskiptamanna spjaldinu og ef maður velur hérna greiðsluseðil að viðkomandi þá er það valið að viðkomandi er að fá greiðsluseðla þegar gerðir eru reikningar á hann. Og þá þarf að setja inn þessi gildi sem eru hérna og auðkenniskóti kröfu getur verið mismunandi eftir bönkum og þá þarf að afla sér upplýsingar það hvaða auðkenniskóti á að vera miðað við banka og bankareikning. Hér er tekjulykill innheimtutekna, þetta eru vextir og síðan er hérna skuldalykill fjármagnstekjuskatts og svo seðilgjaldið eða tilkynningar og greiðslugjaldið skilgreint hérna fyrir kröfuna. Nú kröfunúmerið, það er alltaf númerið á sölureikningnum og því það númerið bókaðra sölureikninga að vera núllfyllt 6 stafa númer. Hérna getur maður séð númeraröðina, maður smellir númeraröð í leitina í kerfinu hjá okkur. Þá getur maður séð hérna hvernig númeraröðin er eins og fyrir sölureikningana. Hér erum við með mynd af viðskiptamanna spjaldinu og þarna er búið að velja greiðsluháttakótann. Við sjáum að hann er hérna undir greiðslum og það er einfaldlega smellt á greiðsluháttakóti GR seðill og þá er búið að velja það að viðkomandi viðskiptamaður fái greiðsluseðil þegar að reikningur er bókaður.
Nú þegar gerður er nýr reikningur og viðskiptamaður er með valið greiðsluseðil sem greiðsluþátttakvóta þá er hægt að sjá á borðanum og hérna uppi, það er hægt að velja hvort stofna í greiðsluseðil ekki, þó að hann sé með greiðsluseðil sem greiðsluþáttakvóta að þá getum við samt sem áður ákveði hvort eigi að stofna kröfu eða ekki. Það er einfaldlega smellt á milli þessara takka. Ef takkin stofna kröfu er grátt þá verður til krafa, en ef takkin ekki stofna kröfu er grátt þá stofnast ekki krafa. Þarna velum maður bara á milli með músinni. Ósendar innheimtukröfur, það er valmynd þar sem að maður getur séð lista yfir kröfur sem að hafa ekki farið í bankann einhver hluta vegna. Þá kemur krafan upp með stöðuna villu og þegar slíkt gerist er ágætt að fara yfir allar uppsetningar, kanna bankatenginguna. Það er hægt að kanna bankatenginguna hvort hún er virk með því að lesa inn yfirlit úr bankanum í bankaafstemmingarhlutanum. Síðan er einnig hægt að skoða undirliggjandi sölu skjal sem að kemur hér í línuna ef að það kemur krafa á villu. Hér er nú bara mynd af kröfu sem að hefur verið send úr kerfinu og þá sjáum við hérna tilkynning á greiðslugjaldið. Þetta er hérna þessar 85 krónur sem að voru settar upp í greiðsluhættinum. Höfuðstóllinn hérna 10 og svo 85 í tilkynning á greiðslugjald og svo til greiðslu hérna 95. Þannig áttið ykkur á því að þetta er rauninni bara krafa sem að myndast í netbankanum en ekki í rauninni reikningurinn sjálfur eða rafrænt skjal af honum. Hvernig förum við með greiðslur í kerfinu? Það er hægt að færa greiðslu frá viðskiptamönnum á nokkra vegu. Í færslubókinni þar er hægt að færa innborganir einfaldlega með því að bóka debit á banka og kredit á viðskiptamann og svo eftir atvikum fjármagnstekjuskatt, vexti, seðilgjald. Og það er líka hægt að nota inngreiðslubók sem er í rauninni eins og færslubók en er á öðrum stað í kerfinu. Þetta er til dæmis ef maður ætlar að handfæra inngreiðslur og þá heldur maður utan það í sérstakri inngreiðslubók. Nú það er hægt að nýta sér bankaafstemmingarhlutann þar sem að maður les allar færslur úr bankanum á ákveðnu tímabili, beint inn í kerfið. Og það er hægt að merkja þær hvernig þær eiga að bókast, færa þær yfir í færslubók og bóka. Og síðan er hægt að nota innheimtukröfu greiðslur. Hægt er að lesa inn innheimtukröfunar inn í kerfið sem hafa verið stofnaðir í netbanka viðskiptarinnar og þaðan er síðan hægt að bóka þær inn í kerfið. Og hægt er að velja hvort greiðslurnar séu bókaðar beint inn í kerfið eða hvort að þær eru færðar í færslubók þar sem hægt er að fara yfir þær og bóka þær þaðan. En kosturinn við að nota innheimtukröfu greiðslurnar umfram til dæmis bankaafstemminguna er að það er hægt að bóka sundurliðaða greiðslu með skjótari hætti, það er að segja seðilgjald og slíkt, en með bankaafstemmingunum þá fáum við inn í færslubók bara heildar greiðsluna sem greitt er inn á bankareikninginn og þurfum að splitta því sjálf niður. Skoðum aðeins valmyndina fyrir innheimtukröfu greiðslurnar. Það er farið einfaldlega í fjármál og innheimtukröfu greiðslur. Þá höfum við valmynd þar sem við getum flutt hérna inn innheimtukröfu greiðslur og þar þurfum við einfaldlega að velja upphafsdag og lokadagsetningu og hún flytur þá inn kröfur í kerfið. Innheimtukröfurnar birtast þá hérna. Þetta eru bunkar sem eru margar innheimtukröfur á þessum degi. Og við skoðum hérna. Hérna höfum við dæmi innheimtukröfu greiðslu inn í kerfinu og hún hefur stöðuna skrá stofnuð. Það er ekki búið að greiðana eða bókana. Þessi takkar hérna, bóka innheimtugreiðslukvittanir, að bóka greiðslukvittanir, að þá getum við bókað þessa völdu innheimtukröfu og stofna aðeins í færslubók. Ef við hökum hér að þá færist færslurnar yfir í færslubók, færslubókin opnast og við getum bókað þetta. Við getum líka bókað það beint, þá þurfum við ekki að stofna hana í færslubók. Þá bókast hún bara eftir greiðsluháttunum. Og ef að færsla er bókuð, getur þá líka enduropnað hana og þá fær hún stöðuna skrástofnuð ef það þarf að gera einhverja leiðréttingu. Síðan höfum við hérna eitthvað sem heitir farmskrá innheimtukrafna. Þá er hægt að sjá stöðuna á innheimtukröfum kerfinu
og þá til dæmis staðan hérna er fullgreidd og ef það er verið að bakfæra þá myndi koma hérna leiðrétt eða bakfært. Og hér höfum við skjámynd þar sem við sjáum innheimtukröfu greiðslur bókaðar og þetta er í rauninni úr færslubók og þetta gulleita hérna er í rauninni innheimtukrafa sem hefur verið flutt úr færslubók og er skipt þá svona á milli. Hérna höfum við seðilgjaldið, höfuðstólinn og svo heildar greiðsluna sem fer inn á bankareikning. Þannig að kerfið skiptir þessu svona hérna fyrir okkur. Opnum þá kerfið og förum gegnum þetta þar. Uppsetningarhlutin er hérna undir uppsetning, stofngögn, þá þarf að setja inn númer bankareiknings og bókunarflokk bankareikninga. Það þarf að setja hann inn, þannig er unnið tilgreint hvar í fjárhag færslur á banka eiga að bókast. Við höfum fleiri hluti hérna í uppsetningu, við þurfum að fara líka inn í þjónustutengingarnar, virkja bankasamskipti, uppsetning og veljum bankan og auðkenningu og þar sláum við inn notendanafn og lykilorð, höggum í velja skírteini. Það er búið að því hér í þessu demói, þannig að bankatengingin er virk. Svo förum við nú bara hérna inn í fjármál og í bankareikningin. Hér er bankareikningsspjaldið, tvísmell á það. Það er búið að setja inn allar upplýsingar hér, landskótan, númer bankareiknings, innflutnings- og útflutningssnið. Skoðum því næst þessa greiðsluhætti. Fer einfaldlega í leitina og skrifa greiðsluhættir eða greiðsluhá. Hérna eru þeir og hérna er sem sagt búið að setja inn allar nauðsynlegar upplýsingar svo að greiðsluseðlarnir virki. Og þá skulum við fara hérna inn á viðskiptamannaspjaldið og veljum hérna viðskiptamann. Og við ætlum að skoða hérna greiðslur og sjáum þá að hér er valið greiðsluháttakódinn greiðsluseðill. Hérna eru aðrir valmöguleikar. Ég fer einfaldlega hérna og stofna sölureikning. Þannig sjáum við sölureikningsspjaldið og veljum hérna einhverja vöru sem við setjum hérna inn. Bara eina einingu og þetta bara 10 krónur. Hér er grátt í stofna kröfu, þannig að ef ég bóka þessa kröfu hérna, ég ætla bara að bóka hana, að þá sendir hún greiðsluseðil. Reikningur hefur verið bókaður og fluttur í lista yfir bókaða sölureikninga. Opna bókaða reikningin, já. Hér sjáum við afrit af reikningnum og við sjáum það að hér er komin greiðsluseðils upplýsingar inn á hann hérna neðst. Og við skulum stofna annar reikning hérna og sölureikningur. På 15 krónur og við skulum haka hérna í ekki stofna kröfu. Veljum bara hérna þetta sem er bankamillifærslu og bókum þennan reikning hérna. Við þurfum ekkert að opna hann. Og förum því næst í bókaða sölureikninga og þá sjáum við hérna neðst þessa 2 reikninga hér sem við vorum að gera að
þá var send innheimtukrafa hérna, sjáum já fyrir reikningin en ekki fyrir þann seinni. Ég get hins vegar valið hann hér og sent kröfuna bara núna. Og þá hérna breytist það yfir í já. Og við getum farið því næst í farmskrána, farmskrá innheimtukrafna og þá sjáum við hérna eru reikningarnir sem að ég var að gera áðan og þá hérna sent til kröfuþjónustu. Hér sjáum við fleiri kröfur, þetta eru rauninni þær kröfur sem hafa verið stofnaðar, þessi er fullgreidd og þessi hérna hefur verið felld, hún hefur verið bakfærð. Og skulum fara því næst í ósendar innheimtukröfur, sjá hvort það sé eitthvað þar, það ætti ekki að vera, nei, það kom enginn með villu. Og þetta er í rauninni það sem við getum gert, en kannski ef við til dæmis ætlum að bakfæra þessa hérna, að þá getum við farið einfaldlega hérna í aðgerðir, hef þetta valið og vel hætta við. Þá býr hann til kreditreikning, innheimtukrafa fyrir sölureikning, merkja til fellingar og sendi í banka. Já, þá bara ákvaði ég að fella kröfuna, kreditreikningur stofnar og ég opna, nei, þurfum ekki að stofna hann og þá kemur hérna breytist staðan í innsend innheimtukrafa á þessum reikningi yfir í nei og kemur hérna með rauðum stöfum að það hefur verið hætt við. Þetta er í rauninni hvernig maður sendir innheimtukröfurnar og reikningana og greiðsluseðlana. Þá skulum við fara næst yfir í hvernig við tökum á móti innheimtukröfum. Förum hérna í heim og fjármál og förum í innheimtukröfugreiðslur og hérna sjáum við þær innheimtukröfugreiðslur sem hafa verið lesnar inn í bankann. Við skulum skoða hérna, hérna myndum við velja að lesa inn eða flytja inn innheimtugreiðslur en við getum ekki sótt innheimtukröfu fyrir daginn áður í fyrsta lagi, þannig að við getum svo sem ekki sótt nákvæmlega þessar innheimtukröfugreiðslur sem við vorum að búa til, en það er hér í númer 9, þar erum við með eina innheimtukröfugreiðslu samskonar kröfu, þannig að við opnum hana. Og hér er hún og hérna sjáum við upplýsingar og skrá stofnuð. Það er sem sagt búið að stofna þessa skrá en það er ekki búið að bóka þessa innheimtukröfugreiðslu. En við getum valið að bóka hana og við getum farið í bóka greiðslukvittanir, smellum á það og hérna er bara auðkennið, staðan og stofna aðeins í færslubók. Það er hakað að því ég ætla að fá að sjá þessar færslur í færslubókinni og vel hérna í lagi. Ein færslubókulína var stofnuð, ok. Og þá skulum við fara yfir í færslubókina. Og þá er hún komin hérna. Þetta er sem sagt kredit á viðskiptamann og hún jafnar á móti á móti reikningnum og hér er inngreiðslan inn á bankareikninginn 97 og svo hérna er bókað á tilkynningar og greiðslugjaldið eða seðilgjaldið 85 krónur á þennan lykil hérna. En bæði þessi lykil 31200 og upphæðin er fyrirfram ákveðin í greiðsluháttunum.
En þá er þessari umfjöllun lokið og þið megið endilega koma með spurningar ef þið eru með og við munum þá svara þeim. Já, hér var spurning, er hægt að stofna bunka og senda margar innheimtukröfur eða bunki í einu? En svarið því er nei, það er einungis hægt að senda eina kröfu í einu, en það er hægt að senda bunka í NAV bankalausninni. Já, hvort hægt er að nota bankaafstemmingar og innheimtukröfu greiðslur saman? Já, ferli gæti verið þannig að fyrst sækir maður innheimtukröfu greiðslurnar eins og við fórum yfir áðan og bókar þær og kosturinn náttúrulega við að bóka innheimtukröfu greiðslurnar á undan er að þá er búið að skipta upp greiðslunni niður. Þá þarf maður ekki að gera það sjálfur, heldur kemur það frá kerfinu þannig inn í færslubókina og síðan þegar búið er að bóka innheimtukröfu greiðslurnar þá er einfaldlega farið í bankaafstemminguna, lesið inn úr bankanum og bókuðu færslunum sem voru bókaðar vegna innheimtukröfu greiðslana er jafnað á móti bankafærslunum. Og þá standa bara eftir ójafnaðar bankamillifærslur sem að maður getur flutt yfir í færslubók og fært og bókað. En þá er þessu lokið í dag og ég þakka ykkur kærlega fyrir að mæta og taka þátt og svo minni ég á að upptaka af fyrirlestrinum verður aðgengileg á netinu á slóðinni talk.is. Takk fyrir mig.